Við skulum helga okkur þessari stund og segja saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá Drottni. Drottin, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð Faðir skapari minn, þú Drottin Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyrð þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bænheyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen.
Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Við skulum biðja. Drottinn Guð, við biðjum þig, stýr þú rás heimsins til friðar, svo að kirkja þín megi rósemi og gleði þjóna þér. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Lexía dagsins kemur úr Davíðssálmum. Náðugur og miskunnsamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn öllum góður og miskunn hans hvílir yfir allri sköpun hans. Öll verk þín lofa þig, drottinn, og dýrkendur þínir vegsama þig. Þeir segja frá dýrð ríkis þíns og tala mátt þinn, til að boða mönnum veldi þitt. Hina dýrlegu hátign konungdæmis þíns, konungdæmi þitt varir allar aldir og vald þitt stendur frá kyni til kyns. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Pistill dagsins kemur úr fyrra Tímóteusarbréfi. Ég þakka honum sem mig styrkan gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum læst mælti honum, ofsótti hann og smánaði, en mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði, og náðin drottins vors var stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð satt, og í alla staði þess vert að við því sé tekið, að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, og ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég yrði fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlindi, og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem hann mun trúa til eilífs lífs. Konungi eilífðar, ódauðlegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrð aldir alda. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
Guðspjallið skrifar guðspjallamaðurinn Lúkas. Guði sé lof og prýði fyrir sinn gleðilega boðskap. Enn sagði Jesús, maður nokkur átti 2 soni. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignanna sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eignum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömu lifnaði. En hann hafði öllu eytt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann feginn viljað seðja sig á drafinu svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfs síns og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann. Hann hljóp og féll á háls honum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með þína bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfinn og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag, en eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði á einn piltanna og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði, bróðir þinn kominn og faðir þinn hefur slátrað alíkálnum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kyrling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálunum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann, barni mitt, þú alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur. Við skulum játa saman trú okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðu, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.
Náð sé miður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Hefur þú týnt barni? Ég hef lent í því að týna barninu mínu í örfáar mínútur í verslunarmiðstöð. Ég gleymi því aldrei. Á nokkrum sekúndum yfirtók lamandi ótti líkama minn og sál. Á örskotsstundu hafði hugur minn málað hina verstu mynd af því sem gæti hafa gerst. Nokkrum mínútum síðar var barnið öruggt í mínu faðmi og allur óttinn hvarf skjótt. En hvað gerist þegar mínúturnar verða klukkustundum, klukkustundir að dögum og dagar að mánuðum og jafnvel árum? Í Guðspjalli dagsins heyrðum við söguna týnda soninn. Þessi saga er ein áhrifamesta dæmissaga Lúkasar Guðspjalls. Ekki bara vegna þess að hún sé saga, heldur er sagan spegill sjálfs okkar. Hún fær okkur til þess að velta því fyrir okkur hver við erum. Yngri sonurinn þráir frelsi, hann gerir mistök, tapar öllu, en snýr svo aftur heim fullur af skömm. Það er auðvelt að sjá sjálfan sig í yngri syninum. Stoltið, ég get þetta, fallið, þetta mislukkaðist og efinn í kjölfarið hvort þú sért þess virði að fá annað tækifæri. En engu að síður að neita því að gefast upp, löngunin til þess að vilja fá annað tækifæri. Faðirinn sem er táknmynd fyrir Guð, faðirinn sem bíður og tekur við syni sínum án skilyrða. Þú ert alltaf velkomin heim. Hann fagnar komu þinni. Hann dæmir ekki. Hann segir, þú átt skilið annað tækifæri því þú skiptir máli. Eldri sonurinn er ekki síður mikilvægur. Hann stendur fyrir þá sem gera allt rétt, en eiga erfitt með að samgleðast þeim sem taka ekki réttu ákvarðanir í lífinu. Ég tel að við séum öll á einhverjum tímapunkti eldri sonurinn, gagnrýninn, fordómafull og jafnvel öfundsjúk. Sú skelfilega angist foreldris sem situr heima og býður upp á von og ótta hvort barnið sitt sé lífs eða liðið. Kemur barnið mitt einhver tíman aftur heim? Sagan týnda soninn á ekki síður við í samfélagi okkar í dag. Saga fjölskyldur sem bíða eftir börnunum sínum. Saga iðrun, náð, stolt og öfund. Saga börn sem villast af leið og rata ekki aftur heim. Saga fjölskyldur sem bíða úrræða fyrir börnin sín. Ég tel að við öll sem erum foreldrar eigum þá ósk heitasta að börnin okkar komist í gegnum þetta líf án áfalla. Þó svo að vissulega séu það nokkuð óraunhæfar væntingar. Saga týnda sonarins má yfirfæra í samtíma okkar sem týndu börnin, sem fjallað hefur verið í mörg ár. Börn sem leiðast út í heim neyslu áfengis og vímuefna og foreldra og lögreglu sem leita þeirra. Ástæður þess að barn týnist eru sjálfsagt eins fjölbreyttar og börnin eru mörg. Á Íslandi er Guðmundur Fylkisson lögreglumaður í fullu starfi við það að leita af týndum börnum og oft þarf hann aukna aðstoð. Í viðtali við Guðmund segir hann að beiðnir aðstoð hafi verið hátt í 400 árið 2025. Það þýðir tæplega 1 leit á dag, alla daga ársins. Þetta eru ekki bara einhverjar tölur, þetta eru börn og að bak við þessi börn eru sögur sem enda oft vel en því miður allt of oft illa. Umræðan týndu börnin hefur verið háværari og háværari, sérstaklega síðustu 2 árin. Foreldrar barnanna upplifa úrræðaleysi en umræðan verður hörð og grimm þegar foreldrar upplifa að kerfið hafi brugðist. Því þó svo að barnið finnist og komi aftur heim, þá er það bara 1 skref á langri vegferð. Barnið þarf viðeigandi aðstoð og úrræði. Við þráum það öll að börnin okkar séu séð.
Við þráum að finna þau, við þráum að þeim sé hjálpað. Foreldri í þessum aðstæðum lifir milli vonar og ótta, í þeirri von að barnið þeirra finnist eða rati aftur heim og ótta við það að barnið finnist kannski aldrei. Foreldri í þessari tilfinningaglímu brotnar á endanum og fjölskyldur sundrast. Þetta raunveruleiki allt of margra fjölskyldna á Íslandi sem og annar staðar í heiminum. Þegar eitthvað bjátar á í lífinu, eitthvað hendir okkar nánustu, alltaf huggun í harmi að vita til þess að það séu einstaklingar að reyna sitt allra besta. Sú vissa foreldra týndra barna að verið sé að reyna allt gefur von. Stærsta gagnrýni foreldra týndra barna kerfið, úrræðaleysið. Foreldrar og aðstandendur þessara barna hrópa af lífs- og sálarkröftum eftir hjálp, en upplifa að ekki sé á þá hlustað. Þegar að barn þarf á hjálp að halda, þá mega ekki vera biðlistar. Börn og biðlistar ættu aldrei að vera í sömu setningu. Einstaklingur sem týndur, hvort sem hann ratar heim eða ekki, aldrei einn. Sá sem týnist þarf ekki að óttast Guð. Guð bíður alltaf og fagnar komu þess sem var týndur. Guð gleðst yfir þeim öllum sem rata heim. Guð ekki kerfið sem bregst. Guð sem tákmynd föðursins í Guðspjallinu fagnar og segir: þú komin heim. Við öll erum hvött til þess í orðum Matteusarguðspjall að gefast aldrei upp á því að leita og að finna lausnir. Jesús vill nefnilega láta finna sig og hann vill hjálpa. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna. Kníið á og fyrir yður mun lokið verða. Því hver sem öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem knýr á mun lokið verða. Og eins og segir í lexíu dagsins, Drottinn miskunnsamur og líksamur. Öll viljum við að niðurstaða týndra barna sé sú sama og í dæmisögunni týnda soninn. Náð Guðs allt líkjandi. Guð gefst aldrei upp, hann bíður og fagnar komu okkar. En í þessari sögu líka eitthvað meira, eitthvað sem við megum alls ekki missa af. Því þessi sonur sem hann ekkert endilega bara af því að hann vill fara. Einhver staðar hefur eitthvað brostið. Einhver staðar hefur hann fengið skilaboð, kannski að hann sé ekki nóg, eða hann þurfi að sanna sig, að hann passi ekki inn í eitthvað norm, passi ekki inn í einhverja staðlaða mælikvarða. Kannski gæti það tengst námi, því að vera góður í íþróttum, framúrskarandi listamaður, eða eitthvað sem varðar útlit eða hegðun. Okkar markmið sem samfélag ætti að vera það að öll börn upplifi sig skipta máli, ekki vegna þess að þau passi ekki inn í eitthvað ákveðin norm, heldur vegna þess að öll börn mikils virði. Við sjáum þetta í samfélaginu okkar í dag, þar sem margir á jaðrinum, margir týnast, ekki bara líkamlega, heldur líka innra með sér. Og kerfið sem bregst stundum. Fólk gerir mistök, við bregðumst hvert öðru. En samt von. Því þegar sonurinn snýr aftur, þá það ekki fullkomnum sem tekur á móti honum. Það kærleikur. Það faðir sem hleypur á móti honum áður en hann nær að útskýra sig. Áður en hann nær að biðjast afsökunar. Áður en hann nær að gera eitthvað rétt. Og þarna fagnaðarerindið. Að Guð elskar okkur ekki vegna þess að við gerum allt rétt, heldur vegna þess að við Guðs börn, vegna þess að Guð trúir á okkur, jafnvel þegar við höfum misst trúna á okkur sjálfum. Og eldri sonurinn, hann býr líka innra með okkur,
röddin sem dæmir, röddin sem segir þetta er ekki sanngjarnt, röddin sem á erfitt með að samgleðjast. En Jesús kallar okkur út úr því líka, kallar okkur til þess að treysta, kallar okkur til þess að trúa því að kærleikurinn sé stærri en réttlætið. Sagan snýst ekki bara son sem týnist, heldur Guð sem gefst aldrei upp. Guð sem stendur og bíður dag eftir dag og bíður þess að barnið sitt komi heim. Guð sem hleypur á móti, Guð sem tekur í fangið, Guð sem segir þú ert komin heim. Og kannski það einmitt þar sem vonin býr. Ekki í því að lífið verði fullkomið, ekki í því að við munum aldrei villast, ekki í því að við eigum ekki eftir að gera mistök, heldur í því að sama hversu langt við förum að heiman, þá alltaf einhvers staðar að finna leiðina aftur heim. Það alltaf einhver sem tekur fagnandi á móti okkur. Þú ert komin heim. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem í upphafi og verður aldir alda. Amen. Takk póstulegri blessun. Náðin drottinn vors Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda, sé með okkur öllum. Amen.
Biðjum saman í Jesú nafni. Drottinn Guð, þú skapari himins og jarðar. Við þökkum að við skulum fá að koma hér saman í kirkju þinni til að lofa þig og tilbiðja. Við þökkum þér fyrir lífið og kærleikan og biðjum þig að bænherra okkur. Nú við komum fram fyrir þig full þakklætis fyrir þær miklu gjafir sem við höfum þegið úr þinni hendi. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Við biðjum þig, Drottinn, að blessa kirkju þína og öll þau sem í henni starfa, innanlands og utan. Veit henni anda sannleika, einingar og friðar og gefa við öll sem játumst þér, lifum saman í samstöðu og kærleika. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Við biðjum þig að varðveita land og þjóð og veita leiðsögn öllum þeim sem gegna störfum í almannaþágu. Blessa valdhafa og dómstóla, styrk atvinnuvegi okkar og gef okkur vit og heilindi til að velja réttar leiðir. Við biðjum þig að snerta hjörtu þeirra sem leiða stórveldi og stríðshrjáðra þjóðir. Gef þeim anda friðar og kærleika. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Algóði Guð, við biðjum þig að blessa Íslands samfélag og fósturjörð okkar. Hjálpa okkur að viðhalda frjálsu og réttlátu þjóðfélagi. Gefa að mannvirðing og náungakærleikur vaxi svo að við megum ganga þinn kærleiksríka veg. Hjálpa okkur að vernda náttúruna og landið af virðingu, þá dýrmætu gjöf þína. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Við biðjum fyrir þeim sem liggja okkur þungt á hjarta og fyrir öllum þeim týndu börnum og fjölskyldum þeirra. Við biðjum fyrir öllum þeim sem leita lausna og úrræða. Við biðjum fyrir þeim sem eru sjúk eða sorgmædd. Við nefnum nöfn þeirra í hljóði. Algóði Guð, við biðjum þig að mæta fjölskyldum þeirra, lækna þau, hugga, líkna og gef þeim vonarljós í hjarta. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Við felum þér, Drottinn, líf okkar og starf og biðjum að við megum vinna ljósins verk á meðan dagur er. Blessa þú heimili okkar og fjölskyldur og gefað okkur auðnist að lifa í sátt og kærleika. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Allar aðra bænir skulum við fela í bæninni sem Drottinn kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vegsömum hann. Drottni sem vegsemd og þakkargjörð. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið.
Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra af því að taka framförum við guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.